Knattspyrnufélagið Víðir í Garði fagnaði 80 ára afmæli á dögunum. Saga félagsins merkilega mörgu leyti en liðið hefur alltaf haft mikla þýðingu fyrir bæjarbúa. Blásið var til mikillar veislu í tilefni af afmælinu en þar komu saman garðbúar á öllum aldri, bæði brottfluttir, innfluttir og hreinræktað heima fólk. Það jafnan talað áratuginn 1982 til 1990 sem sérstakt blómaskeið í fótboltanum í Garðinum. En þá léku karlalið félagsins í efstu deild í 4 ár, auk þess sem kvennaliðið lék skeið í efstu deild. Auk þess afrekaði karlaliðið að komast í bikarúrslit árið 1987, þar sem Garðmenn töpuðu reyndar gegn Fram. Gamla gullardarliðinu var smalað saman í tilefni af stóramælinu. Til stendur að gera heimildamynd ævintýri Víðismanna og því voru nokkrir af gömlu hetjunum teknir tali í afmælisveislunni. Þeir rifjuðu upp gamlar minningar, flestar góðar en sumar slæmar. Við vorum ekki snillingar í fótbolta en eins og ég segi, þetta var rosaleg samheldni og mikið dugnaður þar sem að skópa það. Þetta er náttúrulega mjög mikið og frábært afrek í svona litlu byggðarlagi. Ég held að við höfum 900 eitthvað manns inn í Garðinum og meðaltali 600 eitthvað manns á heimaleikjum. Það segir allt að segja þarf. Ég veit það ekki. Þetta er einhver tími sem maður hefur alltaf í minningunni og góði tímar sem maður hafði aldrei viljað missa af. En það var ýmislegt sem átti betur fara en þetta var samt æðislega gaman. Samheldnin í hópnum var alveg gífurleg. Þessi strákar sem bara þegar við vorum yngri þá vorum öllu stundum í fótbolta og þegar við fórum upp og fengum þessar þjálfar sem skiluðu svo okkur þarna upp það var bara til að bæta alla hópinn og þetta var gífurleg samstæða og fyrir utan fólki sem í byggðarlaginu, það var náttúrulega alveg meiráttar, flottur stuðningur. Maður er náttúrulega ægilega montinn, maður neitar því ekkert. Það er ekki að taka þátt í þessu bara. Það er engin spurning Og alveg samkvæmt unnum við okkur gekk illa. Það var alveg samkvæmt hvað við komum, en að kaffistofur, fyrirtæki eða hvar sem við hittum í búðinni, það var alltaf fólk talaði ekki annað en fótbolta við okkur. Þannig að þetta var náttúrulega þetta hvatti okkur til dáða rosalega mikið að finna þennan stuðning. Bara sem dæmi að þau spiluðu Keflavík í bikarnum og það gamla Gaska, það voru 1500 manns á leik þegar það byggðu innan 1000 manns og þjálfarinn hafði að leita að varamönnunum innan áhorfendur Þetta var þannig Bikarleikurinn frægi er öllum leikmönnum ennþá í fersku minni. Og man eftir að við vorum rosalega kokki að komast þarna og þetta var eitthvað sem menn töldu jú, þetta var æðislegt og flott og fínt og svo loksins þegar menn komu á Laugardalsvöllinn, menn stóðu þarna í línu og hlustuðu á þjóðsönginn, þá fekk maður hálfgert bakfalls. Hvað er maður komin í Þetta var eitthvað sem og við hrundum. Fyrstu 30 mínútur héldum við og svo var þetta bara búið. Við höfum alltaf að grínast með þetta slagi Hefðu við unnið þann leik þá hefðu við spilað Barcelona og Gaska eða nýja vellinum það var þannig en það var ótrúlega gaman að ná svona langt í þessu en auðvitað hefðu viljað vinna leikinn en það var mjög gaman að taka þátt í. Minningin þann leik náttúrulega er bara ævintýri að fá því við stígum inn í rútuna og erum að fara í bikarúrslitaleik var ótrúleg og það fór trúlega verst með mig allan ég veit ekki hvernig aðra að fá stöð 2 eða Heimi Karlsson og fleiri inn í rútuna og ræða við okkur hvernig okkur liði að fara í hennar leik. Jesus Christ. Maður byrjaði að fara á taugum þar og svo heyra þjóðsönginn. Það er endilega hrundið maður gæti bara gleymti að spila fótbolta, það er nokkuð skapað hluti, maður ekki getið að spila Olsen í sinni eftir að hlusta á hana þjóðsöng á vellin. Þeir koma þarna upp með bara flokk og flottið peyjar og þetta er ekkert, aldursmunurinn er ekkert mikill. Þeir héldu þessu saman sem er alveg með ólíkindum. Ég hefði aldrei getað trúað því þetta væri hægt.
Hvernig var eitthvað svona sem einkenndi þetta lið? Já, það var náttúrulega, við vorum ekki bestu fótboltamenn í heimi, en við vorum, og þeir voru ótrúlega duglegir og ég náttúrulega, ég sett út á það að hvernig ég ætti að ná því besta út úr þeim, og það var það að þeir fengju að vinna og vinna og vinna. Við æfðum svakalega og ef við komumst einu marki yfir, tala ekki 2, þá var ég nokkuð öruggur að við myndum vinna, vegna þess að vörnin, hún hélt. Þeir voru ofboðslega góðir varnarspilarar. Guðlaug Sigurðardóttir formaður Víðis. Hún lifir fyrir Víðis fjölskylduna og hjá henni snýst mest allt að hlutirnir gangi upp hjá félaginu. Þegar farið svona yfir sögu félagsins, hvað finnst þér svona standa upp úr? Það náttúrulega sjálfsögðu tímabili frá 1982 til 91 þegar að gullöldin stendur sem hæst. En fyrir mig, ég þekki ekki annað en að bara lifa og hrærast í Víðis heiminum eða fjölskyldunni, þar sem ég bara alin upp á Víðis heimili, þar sem að pabbi hefði bæði verið þjálfari, formaður og leikmaður og hvað sem og svo heldur hringurinn áfram, þar sem að ég í rauninni að feta í hans fótspor og í minningunni náttúrulega þetta tímabil bara tímabilið, sko. Og gleymist kannski stundum að þið stelpunar voru að gera aðeins gott í fótboltanum líka? Já, það hefur gleymst aðeins í umræðinni, en á þessum tíma, 82, þá var sem sagt Víðir meistaraflokkur kvenna í annarri deild og við unnum deildina það ár og það vildi svo skemmtilega til 4. september að þá sem sagt unnum meistaraflokkur karla sér rétt til að leika í annarri deild árið eftir. Þannig 4. september sá staðsti í sögu félagsins, held ég megi fullyrða. Og ef ég man rétt þá fæddist drengur þann dag, það ekki rétt? Jú, hann fæddist og það nú föðursystir mín og hún beið fram yfir úrslit og drengurinn kom og var skírður Sigmar Víðir fyrir nafn með rentu. Það getur náttúrulega vel verið að fólk sé búið að fá hundleið á mér, ég hef búin að vera svolítið lengi í forsvari, en til þess að hlutinni gangi upp þá þarf að halda vel á spöðunum, bæði fjárhagslega og það hefur okkur tekist. Við skuldum engum eitt eða neitt og við reyndar líka mjög duglega fjárafla. Þannig að þetta svona gangur lífsins hjá mér. Það að snúast í kringum þetta Víðis félag sem við þykir svo vænt um. Hvernig stendur Víðir í dag? Hvað svona staðan á klúbbnum? Stefnan tekin á aðra deild í sumar. Við erum með ungt lið sem skipað samt meirihluta stráka eða þá einhverja tengingu, svona mikla tengingu inn í garðinn, synir gullaldadrengja og fleira. Síðan styrktum við hópinn okkar og fengum 3 serbneska leikmenn sem voru með okkur seinni umferðina í fyrra. Og það myndi ég segja, gífurlega mikill styrkur fyrir okkur að fá þá. Og það mikill hugur í okkur öllum að reyna að stefna upp í ár. Nýtt blómatímabil. Já, vonandi. Ég bara vona svo innilega vegna þess að sumir þessara drengja sem að spila núna, eða stráka sem að spila núna í 3. deildinni, þeir búin að vera í nokkur ár margir og ekki ennþá upplifa þessa sælu að vinna titil. Það komið tími á þá núna. Og nýju strákana fara að taka við, eða ungu strákana, þeir fara að taka við. Og það lítur vel út. Við höfum fullt af ungum og flottum strákum og krökkum.